Matthildur, þetta hefur verið mikil upplifun fyrir því í gær, þessi leikur. Já, þetta var rosalegt. Þetta bara, já, það rosalegt sem ég bara upplifa. Og fá að byrja og taka fyrstu vörnina, það hefur verið svona, vissir það löngu fyrirfram? Nei, ég vissi það ekki fyrirfram, en samt svona hvernig hann búinn að stilla upp og það vantar náttúrulega mjög stóra posta í miðri vörninni og þetta var bara gett. Hann stilti okkur upp andastöllunum þér og Katrínu í ringunum. Já, það var gaman að hafa hana Katrínu við hliðina á mér. Hún nú helviti góð í vörn. Og það var líka mikilvægt að þekkja þann sem maður leikur við hliðina? Já, algjörlega mikilvægt. Svona upp á skiptingar og svona. Mjög mikilvægt að, hafa spilað saman. Þetta var tæplega 6.000 manns þarna og svo mikið stemning. Náður að halda vel einbeitingu? Já, mér fannst það. Mér fannst það bara, maður heyrir ekkert svona mjög mikið í þeim finnst mér, eða þú veist, ekki þannig. Frekar bara þegar maður á bekknum, þá heyrir maður svona meira. Svona meiri útilokun þegar komið inn á völlin og í aksjónuna? Já, þá maður bara meira að fókusa á, þú veist, hvað maður að gera og hvernig liðið er. Þannig að þetta hefur verið, og hvernig líður daginn eftir? Þetta bara svolítið mikið spennuhall, ég var bara líka í gær, ég var bara svona, maður svona trúir þessu eiginlega ekki, en bara spennandi. Já, þetta bara þriðji landsleikurinn og svona langstæsti til þessa? Já, algjörlega. Ég búin með Danmörku heima og svo Þýskaland heima og Færeyjar, þetta alveg, þetta geggjað. Og svona, mikil reynsla á skömmum tíma? Já, þetta ótrúlega mikil og ótrúlega góð reynsla og bara geggjaður hópur og ótrúlega gaman að vera með. Ljómandi og það er bara þá horfa til framhaldsins strax á morgun við Serbíu. Já, hörkuleikur á móti Serbíu á morgun. Við erum bara ótrúlega spenntar og undirbúum okkur í dag eins og við getum og Tilbúin að slást við játkellingarnar? Já.